Sýni ykkur núna hvernig við gerum eða notum follow me skipunina í SketchUp til þess að búa til svona flotta hluti. Þannig að það sem við ætlum að... Nei, hvað er ég að gera? Það sem það búa til eru svona eins og ég til dæmis listaverk, vasa, það er hægt að búa til hatt eða vínglas eða eitthvað slíkt. Í sjálfu sér allar hluti sem eru svona symmetrískir, eins í allar áttir, eins og sumir skákallar eru vasar, hvítvínsglas eða bara glas og þess háttar. Þannig að það sem við byrjum á að gera er að teikna flöt, nema að þessi flötur, hann á ekki vera svona flötur, hann á að vera standa upp lóðrétt. Þannig að það sem við þurfum að gera þá fyrst er að við þurfum að breyta sjónvarpinu og horfa meira svona lárétt á þetta. Þannig að ef við gerum núna, þá sjáum við getum teiknað svona beint upp. Teiknum eitthvað svona. Ok, næst ætlum við að teikna hring. Og hringurinn hann er hérna, þessi hérna. Og ég ætla að byrja með miðjuna hérna. Ég vil að hringurinn sé svona láréttur. Hann er hérna út á enda. Ok, það sem follow me skipunin gerir er að hún tekur hennar hlut hérna og snýr honum í hring og býr þá til einhvern hlut. Þannig að það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að taka hennar hlut, byrja á því bara, einfalt. Taka hennar þessa plötu hérna og snúna í hring, þá smellum við á hringinn og finnum follow me skipuna sem er hérna þessum push-pull er. Hérna er það. Og við smetla á þetta þá tekur þessi plötu snýri hring og þá fáum við svona sívalning sem er ekki neitt sérstaklega merkilegt. En það sem maður getur gert er að maður getur breytt þessari plötu hérna í eitthvað. Þannig að við getum teiknað hérna til dæmis on face, teiknað hérna einhvern hring, sjáum til. Svona, escape. Ok, þannig að hann er ég búinn að teikna einhver form og þess að ég ætla að gera hérna, ég ætla að velja hérna bendilinn minn og bara smetla hérna á þennan hluta hérna og eyða þessu. Ok, nú ætla ég að taka þetta form og snúa þessu í hring. Þið afsakið tónlistina, ég nenni ekki að hoppa inn og lækka í þessu. Þið bara njótið, deadmau5. En ok, það virkar þannig, ég smetla á hringinn, fer hérna í follow me og smetla á hluti sem ég ætla að snúa í hring. Og sjáu hvað þetta er ótrúlega fallegt. Þannig að sjá, núna er ég búinn að búa til eitthvað svona listaverk, ég veit það ekki. Ég get sem farið í undo, ég get líka náttúrulega tekið hérna, gert eitthvað. Svona, já bæði við strókleir er hérna, en ég get smellt beint á hluti þá og svona. Núna get ég snúið þessu hring, sjá hvað gerist. Vel hringinn, vel SketchUp, nei, follow me tólið og snýð þessu hring. Og þá er ég komið með eitthvað svona fancy dót sem er holtað innan. Þegar ég er að taka hann hérna bara og snúa honum hérna alveg ysta hringinn, þannig að það er ekkert inn í miðjunni. Og þá getur maður búið til vasa sem dæmi. En þetta er nú ekkert voða sérstakur vasi hérna. Þetta verður eitthvað flottara ef ég myndi gera svona vasa. Þetta getur komið vel út. Vel hringinn, follow me. Ok, og eitthvað svona blómavasi eða whatever. En já, þannig virkar follow me skipunin.